Jæja, góðan daginn. Í þessu myndbandi ætla ég að fara í gegnum sýnidæmi númer 1 í 15. kafla í bókinni. Svo það ágætt að hafa það fyrir framan sig. En dæmi fjallar sem sagt fyrirtæki hér í borg sem ákveða að framkvæma skoðanakönnun til að kanna fylgi ríkisstjórnarinnar. Fyrirtækið með marga færa próffræðing á sínum snærum svo við getum gert ráð fyrir úrtakssögun og úrvinnslan hafi verið til fyrirmyndar. Og við fáum uppgefið að niðurstaðan var að af þeim 8.750 sem spurðir voru, og þarna strax erum við að fá einhverjar upplýsingar, við vitum að stærðin á úrtakinu sem við köllum N er 8.750. Og þau spurðu þess 8.750 manns, styður þú ríkisstjórnina? Og svarið var einfaldlega já eða nei. Og af þessum 8.750 þá voru 4.530 manns sem sögðu já. Og því skrifa ég x jafnt á 4.530 að því x er fjöldi sem sagt jákvæðra útkoma úr þessum 8.750 tilraunum eða svoleiðis. Og það voru 4.530 sem sögðust styðja ríkisstjórnina. Við eigum að finna 95% öryggisbil fyrir P, hlutfall þeirra sem styðja ríkisstjórnina. Og taka skal fram að tölurnar í þessu dæmi eru uppspuni. Svo, hvað er að gera hér? Jú, við förum sem sagt í klósurnar 15. kafla og fyrsti hlutin fjallar einmitt ályktanir hlutfall þýðis. Og það er það sem við erum að fara að gera hér. Við erum bara með eitt þýði og við spurjum sem sagt stuðning við ríkisstjórnina og þeir svara bara já og nei. Svo þetta er alveg típist dæmi sem snýr að ályktunum hlutfall eins þýðis. Og hér er hægt að lesa sér svolítið til það. Og það fyrsta hérna sem við þurfum að nýta okkur í þessu dæmi, það er að við getum metið þýðishlutfallið sem er sem sagt P sem ekki þekkjum. Við þekkjum ekki raunverulegan stuðning við ríkisstjórnina, en við ætlum að meta það með þessu úrtakshlutfalli sem við köllum P-hatt. Og þennan P-hatt reiknum við einfaldlega sem x deilt með n, sem í okkar dæmi er 4.530 deilt með 8.750 og það er svo mikið sem við sláum það inn í vasareikni 0,5177, svo tæp 52%. Allt í góðu. Hér er svo talað svo kallega normalnálgun og það er þannig að aðferðina sem byggja á tvíkostadreifingu eru svona hálfleiðilegar að reikna í höndunum svo við notum þessa normalnálgun. En þessa normalnálgun megum við bara nota séu n sinnum p-hattur og n sinnum 1 mínus p-hattur stærri en 15. Þetta er svona þumalputtaregla sem er ágætt að styðja sig við. Hún er svona kannski ströng en þetta er ágætt að styðja sig bara við þetta. Svo við reiknum hérna, nú er ég alltaf eitthvað að eðleggja þetta. Skulum kanna í dæminu okkar hvað er n sinnum p-hattur og hvað er n sinnum 1 mínus p-hattur. N er 8.750 og p-hattur er 0,5177. Sláum, eða við sjáum það nú reynda bara á þessu, þetta er bara jafnt á x sem er 4.530. N sinnum 1 mínus p-hattur 8.750 sem 1 mínus 0,5177 og það eru svo mikið sem cirka bát 4.220 og afsækið, þið sáðu ekki nákvæmlega hvað ég var að gera hérna, jæja, stækka þetta, svona. Svo við sjáum að þessar tölur eru miklu stærri en 15, svo við þurfum ekki að hafa neinar áhyggjur og við getum haldið áfram og nota normalnálgunina. Og hér höfum við jöfnunar, þetta er sem sagt neðra öryggismarkið og efra öryggismarkið. Svo við skulum bara reikna út úr þessu. Neðra reiknum við sem p-hatt mínus zeta 1 mínus alfa deilt með 2, sem er rótin af p-hattur 1 mínus p-hattur deilt með n og þetta er allt undir þessari rót. Við þekkjum p-hatt, við vorum að reikna, við fáum uppgefið n, svo þetta eru þekktar stærðir. Við þurfum að fletta þessum upp í töflu stöðluðu normaldreifingarinnar
og 1 mínus alfa deilt með 2 er zeta 0,975, alfa er 0,05, flettum því upp, fá út 1,96, svo að við bara skellum okkar tölum inn. 0,5177 mínus 1,96 sinnum rótin af 0,5177 sinnum 1 mínus 0,5177, allt undir rót, deilt með n, og n er 8750. Ef við stimplum þetta allt saman inn í vasareiknin okkar, passið ykkur vel hérna, þetta þarf alltaf að vera undir þessari rót, við tökum rótin af öllu þessu þegar stimplið inn í vasareiknin ykkar, að við eigum að fá 0,5072 út úr þessu. Neðra markið, eða fyrir ekki efra markið, þið sjáuð að jöfnunar eru bara nákvæmlega eins, nema hér, fyrir utan það, hér höfum við mínus og hér höfum við plús. Svo efra markið reiknað á sama hátt, nema við skellum plús hérna milli, hér, p hattur 1 mínus p hattur yfir n, og ef við skellum tölunum inn, eins og ég segi nákvæmlega eins og hér, bara með plús, þá fáum við út 0,5282. Og þá getum við svona í lokið skrifað öryggisbilið okkar sem 0,5072 er minna en p er minna en 0,5282. Það er öryggisbilið okkar. Flottir, takk fyrir þetta.